Áður en við höldum ekki lengra þá kannski benda á að ég búinn að búa til lok hérna og það einfaldlega bara 2 krókar hérna sitt hvoru megin sem að húkast undir bita hérna þannig að maður bara festir þetta hérna, sveigir það aðeins og þá húkast það undir að framan og þetta á ekki að fara neitt. Nú, það sem við ætlum að gera er að búa til kálingu eða vélarhlíf og til þess er ég hérna með nokkra búta af balsa sem ég ætla að líma saman þannig að þeir myndi kálingu. Það er 2 hérna 10 mm sem koma svona, þessi kemur þá yfir þá svona, þessi hér er með gat fyrir mótorinn og kemur hérna að framan svona, þessi lokar hér og þessi hérna kemur hér undir og ég lími þetta allt saman nema ekki við eldvegginn, það þarf ekki. Hérna er þá vélarhlífin komin á, límd föst saman framan á módelinu og það sem maður þarf að gera núna er að skera burt allt sem ekki lítur út eins og vélarhlíf. Hérna er vélarhlífin, svona nokkurn veginn formuð, svipað eins og sýnt er á teikningunni og nú þarf bara að saga hana af, hún er föst hérna og hérna og hér eru streikin sem ég streikaði áður og nú get ég notað svona sög eða bara hníf og réttskeið til þess að skera hana frá. Nú þarf ég að búa til einhverja aðferð til þess að festa vélarhlífina á aftur því að ég þarf að geta skrúa hana á og skrúa hana af og það sem ég ætla að gera er að setja hérna smá ræmu af 1,5 mm krossvið sem ég get skrúa 2 skrúfur inn í gegnum
eldvegginn. Þannig, nú vélarhlífin orðin föst á aftur. Það eru 2 skrúfur hérna megin og 2 skrúfur hérna megin. Kannski dálítið mikið á skrúfum, en hún situr allavega föst og góð. Og þá bara að setja mótorinn í og sjá hvernig kálingin passar upp á eftir það. Hérna mótorinn kominn á, lítið box sem hann situr á, sem fest framan á eldvegginn. Það gat í gegnum eldvegginn fyrir snúrurnar og ég búinn að gera gat í kálinguna og taka aðeins innan úr henni, þannig að nú passar hún akkurat hérna upp á, svona, og mótorinn snýst frýr fyrir innan.